Sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Hingað til mín í Radio Gaza eru mættar þær Katrín Harðardóttir, þýðandi og Helga Þóri Jónsdóttir, kennari. En við ætlum að fara aðeins yfir málmáluna, myndi ég segja, sem eru átakin fyrir botni Miðjarðarhafs. Ég heiti María Lilja og verð með ykkur hérna allavega svona næsta klukkutíman. Sælastelpur, konur, virðulega konur. Takk, sæl. Og velkomnar. Það eins og alltaf af nægu að taka og við kannski bara svona svo við byrjum á því sem er að gerast núna. Það eru þetta miklar sviptingar í Sýrlandi og ég svona velta fyrir mér svona hvaða áhrif þetta hefur á Gaza til dæmis. Já, það er náttúrulega margir sem spyrja sig á því núna. Það síðasta sem ég sá var að þessi valdahlutföll núna eru að breytast. Íran ekki jafn sterkt og það þýðir gæti þýtt mögulegt vopnahlé á Gaza. En svo aldrei að vita. Og svo hefur maður heyrt að þetta sé allt eitthvað, þú veist, einhverjir spottar á bakvið tjöldin sem að toga í. Þetta sé hafa allt verið ákveðið af Bandaríkjunum og Ísrael. Þú veist, það svona. Já, svolítið það sem að maður hefur heyrt og þetta hafi verið mitt svolítið svona þægileg tímasetning innan gæsalappa fyrir Ísrael og Bandaríkin sem að töpuðu í rauninni Líbanon og því stríði sem var í gangi þar landhernaði fyrir Hezbollah og strax á sama sólarhring þá einhvern veginn fer allt af stað í Sýrlandi. Akkurat. Já, en sko Ísrael náttúrulega ennþá að stunda hernað í Líbanon og og svona, ég veit ekki, ég náttúrulega fylgst svona með þeirra hermálum í gegnum, það örugglega var einhver áratugir þá núna, en vopnahlé alltaf svolítið svona vopnahlé hjá þeim og það var nú bara í síðustu viku minnum mig sem að Hezbollah skutu einhverju yfir bara til þess að minna á að sko, svona sem áminningu vopnahlíði vegna þess að það var ekki verið að halda það og hefur ekki svona, þú veist, þannig að það náttúrulega eitt, þannig að sko Ísraelar eru inn í Líbanon ennþá og svo núna mættir til Sýrlands en mér finnst ekki það má ekki draga úr því hvað sýrlenska þjóðin ána með að vera laus við Assad og það náttúrulega bara mikilvægast fyrir þau akkurat núna og ég meina Sýrlendingar eru búin að flótta árum saman og áratugum saman og þá sérstaklega síðan að breistu stríð 2011 og fólk sem sá það aldrei fyrir sér að geta snúið aftur, það svona, kannski get ég snúið aftur og Sýrlendingar eru ekkert vitlausir heldur, ég meina þeir vita alveg að það ýmislegt í kortunum, skilurðu, og það stafar hætta af ýmsu og ég meina þeir náttúrulega fordæmin eru allstaðar í kringum Sýrland, bara samanber hvernig hefur verið komið fram við Palestínu fólk og hvernig hefur verið í Írak og þetta líka allt sama málsvæði og sama menningarsvæði, þannig að samskiptur á milli þessara landa, Írak, Líbanon, Palestínu, Sýrland, þú veist, þau eru bara mjög opin og fólk, þú veist, þekkist og fer þannig á milli og Jórdaníu náttúrulega líka og þannig að auðvitað, þú veist, gerir fólk sér algjörlega grein fyrir því að eitthvað annað framöndun en bara það að losna við Assad og bara það ástand sem búið að vera, það kannski skiptir ekki öllu máli, þú veist, þau mega líka alveg fagna því að þetta sé bara búið og það bara þeirra að meta, ekki okkar held ég. Þannig að en ég er búin að sjá svona svolítið á netinu bara núna undanfarna daga, það svona íslenski meðaldra kallar ægilega hneykslaðir á fagnaðarlátunum í... Hefur séð það? Ég nefnilega hef séð akkurat öfugt sko, þar sem að því fagnað að Assad sé frá og núna bara einhvern veginn eins og Sýrland sé frelsað og sem að mér persónulega þykir ákveðin einföldun því að það sem að... Já, nei, ég hef séð hitt sko við erum að skoða heildarmyndina, þú veist, þessar típur og
og ég skil alveg hvað að meina, en sko sýrlendingar eru fullfærir að skoða heildamyndina og og þú veist, og það er einhvern veginn þessi nýlendu tónn einhvern veginn til þess að útskýra fyrir sýrlendingum hvað þeim á að finnast og hvernig þeim á að líða með þetta. Ég meina, ef þau vilja fagna því í einhvern tíma að Assad sé frá, þá bara gera þau það og svo bara kemur það næsta kemur þegar það kemur, skilurðu. Þannig að það er ekki, við kannski bara, við vitum ekki nógu mikið ennþá til þess að spá í það en við bara fyrst og fremst þá sýrlendingum fullkomlega treystandi til þess að fagna þegar þeim líður þannig og bara alveg eins og Bretar fögnuðu þegar Margaret Thatcher dó, samt var hún ekki eins og við völd, skilji. Og fólk fagnar af ýmsum ástæðum og Samanber skotarásin í New York. Samanber skotarásin í New York og ég meina og ég veit að ég hef bara aldrei séð svona mikið fyndið á internetinu og þessi skitta, ég meina þessi manni hefur tekist bara ómögulega, hann er búin að sameina bandaríska Í bara vinstrið og hægrið. Og hægrið, ég veit, hann er búin að sameina bandarísku þjóðina, þannig að sko hann flúði í rútu. Já, og á hjóli og rútu. Það bara gegn. Bara ótrúlegt. Og þetta var ótrúlegt og bara greinilega mjög vel úthugsað og allt það. En sko, og það er líka þetta bara einhvern veginn að vilja tóna niður fagnaðarlæti. Mér finnst alltaf að vera svolítið svona, að ég veit ekki, ég vil örugglega gera það líka stundum með einhverja aðra, en þetta er svolítið svona, mér finnst það ekki alveg nógu svona. Já, við erum að tala alveg tæp 60 ára af sko, svona ægivaldi. Og hryllingi, sko, eins og bara fólki sem er verið að leysa úr fangilsi núna, eins og kona sem fór 19 ára inn, ertu ekki búin að segja, kona sem var 19 ára sett í fangilsi og hún er núna 32 ára og fullt af börnum og hún veit ekki með hverjum að því að henni var bara nauðgað í fangilsinu fullu og þetta er skelfilegu veruleiki. Þetta er bara hræðilegu veruleiki og það að þau séu laus við Assad er náttúrulega bara, ég veit ekki, sko, ég var náttúrulega góða með frá Sýrlandi og hann var að við vorum ekki að keyra saman hérna í Reykjavík og hann var að segja, þegar sjúkrabílinn kemur svona og ég sá kom sjúkrabíl og ég bara svona keyrði út í kantin sem maður gerir og hann bara, þú veist, hvað er bara þetta og hvað ef maður kemur fyrir hinni áttinni, ég sagði það einhvern veginn sjá þetta allir og við erum bara alls saman í þessu að láta þetta ekki og láta þetta bara reddast og svo bara gengur umferðin strax aftur tilbaka þegar sjúkrabíllinn eða brunabíllinn eða hver sem fer framhjá og hann sagði já, þú veist, ef þetta hefði gerst, þú veist, ef ég hef ekki fært mig að nógu hratt, þú veist, þá geti ég bara verið tekin og handtekinn og sett í fangelsi og þú veist, þetta er bara veruleiki sem við skiljum ekkert og mér finnst algjörlega galið að það sé búið að vera að senda fólk tilbaka til Sýrlands. Já. Einmitt, sem að er eitthvað sem að við höfum aðeins tekið fyrir hér einmitt þessar stór auknu brottvísanir þá einstaklingar frá Sýrlandi, Írak, Palestínu meira og fleiri löndum og Já, Palestínu fólki er vísað í burtu á Dyflinnarreglugerðinni og bara svo áhugavert að sjá, einhvern tíma núna fyrir kosningar Sigmundur Davíð var eitthvað að segja, já það verður að gera það eins og það veist að fólk skilji ekki að það er algjörlega valkvætt og að fara eftir henni og mér finnst bara fólk sem er undir sko því álagi að bara það er bara hryllileg útrýming í gangi í heimalandinu þeirra að það mér finnst þetta bara að vera svona spurningum sko svona samkennd að ekki vera bara já þú veist ekki láta þess að manneskju fara í flugvél og standa í stússi, hún er bara í áfalli og alltaf palestínska fólk sem ég þekki þau eru bara í áfalli, það eru alltaf fréttir og núna síðast í dag þá var ég með palestínskum vinum mínum og hann var að tala mömmu sína sem er í Khan Yunis á Gaza og hún var að segja hveitipókin kostar $250 og tómatar sem er örugglega, eða þú veist, já, þeir kosta eitthvað nokkra dollara og þú veist, þetta er allt, sko, þetta er raunverulegt og þetta er nálægt og þetta þarf ekki, þetta þarf ekki. Bara, einmitt, ef við sjáum öll hvað, þú veist, blasir við. Þetta er líka bara næsta símtal, þetta er bara símtal sem næsti maður á, það er inn á Gaza eða það er til Sýrlands og þessi sami sýrlenski vinur minn setti einu svona mynd á Facebook af þessi ég myndist á áðan af ömmu sinni standa við
bara rústirnar af húsinu sem hún ólst upp í, húsinu sem hún hafði alltaf búið í. Þetta er bara veruleiki sem að við getum ekkert skilið, en ég bara held ekki að það væri hægt að skilja hann svo illa að bara halda þessi í lagi að flytja fólk ganga aftur. Það er sko í hérna aðalnámskrá hérna á miðstigi í skólum í Reykjavík allavega. Jú, við erum að tala um aðalnámskrá hérna ríkisins bara, menntamálaráðuneytisins. Þá eiga krakkar í 8. bekk að lesa Annika, ég og ég er búin að fara í gegnum þessa bók tvisvar með börnunum mínum. Og þetta er sem sagt bók sem þetta er sönn saga krakkar sem flýja og þetta er mjög svona raunveruleg og þetta er bara, þetta er sönn frásögn frá flóttanum og ég efast ef til dæmis Sigmundur Davíð, ég held að það er hans kynslóð sem þarf að lesa þessa bók, auðvitað, ég er ánægð að börnin mín lesa hana og skilningurinn kom, þetta jók, ég vil halda það, ég held alveg pottið mín að strákarnir mín skildu þetta, og bara af hverju það er mikilvægt þannig að við erum að það er sem ekki tvískinningur í gangi að við erum að kenna börnunum þessa samkennd en hún nær ekki lengra en bara að hverju, hún nær ekki lengra en við skulum bara halda þeim í útlöndum eða hvað er af hverju ná stjórnmálamenn, af hverju kynna þeir sér ekki bara hvað er í gangi, þetta er bara eitthvað sem ég líka maður er bara í stöðugu samtali við fólkum ég ætla að fá að leiðrétta hveitibókin er komin upp í $300 og fjölskyldu þarna úti, þetta er náttúrulega, það er eina sem við geta er maturinn þeirra samanstendur af og þeir náttúrulega þurfa vatn og svo þurfa hveiti í brauðið og þeir eru eiginlega það eina sem við fá og þeir eru heppinu þau komast í grænmeti og við skulum ekki tala um kjöt en svo líka það er svæði þarna sem eru bara, það er ekkert vatn, það er ekki búið að vera vatn í marga daga í ákveðnum hverfum í Khan Yunis til dæmis og fólk er, og ég held það eins og almenningur átti sig ekki á að það kemst ekki neinn hjálpar það er engin hjálpargagn á svæðinu og Ísrael er búin að vera náttúrulega að telja kaloríurnar ofan í fólkið í meir en 10 ár núna þannig að það er mjög auðvelt að svelta þau. Þau vita alveg og þau vita alveg hvað það er að gera. Með ráðum gerst, þetta er systematíst. Já, þetta er bara, kerfisbundið. En núna hef ég lesið að það er mikið af hjálpargögnum sem að koma einmitt í gegnum Sýrland og vopnum til þá að Hezbollah Hamas fara þarna einhverju boðleið hérna annarkvort frá Íran eða bara hreinlega frá Rússum í gegnum Sýrland einhvern veginn og núna sé það allt stopp þannig að núna sé staða fólksins á Gaza hugsanlega mun verri þar sem að andspyrna herinn hefur veitt sko gríðarlega miða við svona slæma stöðu og óbáslega mikið hungur og bara gjör eyðileggingu þá hafa þau einhvern veginn veitt sko þessa hörðu mótspyrnu í landhernaði en að núna sé sko búið að skrúfa þannig fyrir þetta þannig að hugsanlega, mögulega þá muni þessar sviptingar í Sýrlandi hafa áhrif á fólkið og Gaza með þessum hætti hafið þið eitthvað skoðun á þessu? Það er alltaf bara eitt sem er á hreinu og það er á meðan alþjóðasamfélagi gerir ekki neitt í þessu að það bara mun alltaf vera verra og það verður lokað meira á hjálp, bara mat, læknar, sjúkragögn. Þetta mun bara alltaf verða verra og þangað til að þau eru bara öll dáin. Og þar endar þetta. Eða þau fá kannski nokkur fá einhvern skika á Suður-Gaza en það er það sem er að fara að gerast og ég meina við sjáum það alveg og Ísrael er að leggja undir sig Norður-Gaza núna. Það á bara að klára það mál og það er bara verið að færa línuna. Þetta er bara eins og hvert annað ofbeldissamband, það er bara verið að færa mörkin og
auðvitað þarf bara að segja eitthvað við því og En nú einhvern veginn, þú veist, Amnesty og alþjóða glæpadómstóllinn og fleiri alþjóðastofnanir hafa bara sagt að beint út, þetta þjóðamorð, nú hingað ekki lengra. Af hverju gerist ekki neitt? Af því að vestræn stjórnvöld eru bara, gungur og stjórnkerfi okkur, dómsvaldið, þetta allt, þetta er rauninni bara þjónar ofbeldis eða gerendanum, og þetta er allt gerenda meðvirkt, allt þetta lið, öll Evrópa og ESB. Þau eru bara eitthvað rosa hrædd við Hamas og trúa því bara, ég er bara engar áhyggjur af því að Hamas sé eitthvað að fara að gera eitthvað í Íslandi, þeim er bara drullu saman Ísland, Þetta er eins og að halda bara, ég veit það ekki, að framsóknarflokkurinn ætla nú bara að fara að sækja sig í veðrið í Íran eða eitthvað, ég menn þetta bara virkar ekkert svoleiðis. og verður til að sjá það. Já, en ég bara segja það, þú veist, að þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég er engin aðdáandi Hamas eða neitt slíkt og finnst... Já, það eru auðvitað Hamas og Hamas, það má ekki glemma því. Já, það er sérst andspyrnan og svo sérst stjórnmáluflokkurinn sem að... Akkurat, og það allt, en sko, maður bara náttúrulega styður það sem er að vinna í því að hjálpa Palestínufólki og það verður náttúrulega bara óskandi að það væri fleiri en Hamas sem væri í því á staðnum eða á svæðinu og það eru þetta alveg fleiri í því en þetta er allavega sá hópur sem er hvað mest áberandi og það er líka bara þarf að ítrekka og endurtaka og það er eins og fólk vilja ekki sækja sér upplýsingar en það er alveg ljóst samkvæmt ég man ekki tilskipun hjá Sameinuðu þjóðunum þá hefur Ísrael ekki rétt til þess að verja sig gagnvart þeim en þau hafa rétt til þess að verja sig gagnvart Ísrael. Já. Og bara þannig að þetta er ekki það er ekki erfitt að fræðast þetta og vilt það, en það er miklu auðveldar að vera bara sami gamli hallærislegi rasistinn sem er hræddur við Araba, hann ætla búið að vinna markvist í því undanfarna áratugi heldur bara að gera Araba einhverju bara draga upp áslega neikvæða myndaðum í fjölmiðlum, kvikmyndum, sjónvarpi, öllu og við þekkjum þetta og 11. september var náttúrulega bara stór partur af því og ég man alveg eftir einhvern tímann ég var í flugvél og ég var að fara að lenda í Dubai og og það gerist eitthvað svona skrítið, það var svona skjár sem sýnir okkur flugferðina og það gerist eitthvað svona skrítið, við förum út allt á skjánum og ég man ég fikk bara svona panik, þú veist, út af þessu og þú veist, ég þurfti alveg bara svona að muna að þú veist, þetta myndum, þú veist, þetta lætur mann fatta svo vel, þú veist, hvað við erum í raun sko forrituð til þess að einhvern veginn fara strax maður fyrir strax í vörn já, sko hugrenningatengslin og kannski ekstra út af því að ég bjó í New York og ég var nýflutt heim þegar 11. september var og ég þekkti fólk sem var á svæðinu og mann sem vann í Tvíburaturnunum og þú veist, þetta var lestastöðin mín og eitthvað svona og en þetta er alveg, þú veist, þetta fer í mann og þannig að maður bregst við og þú veist, meðan ég sjálf veit að það er ekki meiri líkur á því að það sé eitthvað vesen á þeirra vegum heldur en einhvers annars og það er bara ef það er einhver svona þjóðfélagshópur sem er líklegastur til þess að beita ofbeldi þá er hann bara karlar því miður bara á heildina bara svona, en heimsvísu á heimsvísu, já þannig að sko en þetta er svona bara hvernig búið að vinna markvist í því að einhvern veginn þjálfa okkur í að óttast Araba, fólk af bara, þú veist, frá Afganistan eða bara brúnt fólk, svart fólk, alls konar fólk og þetta er, Katrín, hvernig brýtum maður upp svona innri fordóma? Að því að nú erum við bara öll haldin fordómum og það er bara þannig við bara að því að samfélagsgerðin okkar er ég held að, sko, mér dettur eitt í huga það er tækni sem að ég var að læra sem sagt ég er að taka viðbótardiplomi í framhaldsskólamenntun og þar var ég að læra það er kennsluaðferð sem heitir reverse method eða eitthvað svoleiðis og maður er sem sagt alltaf að hugsa öfugt við það sem að
sem að maður detti fyrst í hug og þá bara hvernig og eins og til dæmis ok, ég verð að fara að passa veskið mitt eða ég verð að, heyri, býtu, þannig kemur skrítin kall inn í strætó og ég ætla að passa upp á hérna, bara vonandi sest, það er rúglega vondlíkt á hann ég ætla ekki, vonandi sest hann ekki hér eða hvað sem maður hugsar í, sem hvers konar fordómar þetta eru og þá reyna að hugsa nota, já, taka svona heilaleg fyrir mig og bara prófa hið gagnstæða, það fara alltaf í andstæðinu og bara, og leika sér með þessar andstæður og bara, ég held að það sé, ég prófa þetta og það er alveg, þetta virkar og þá mann svona jafnar út og maður sér, hjálpa manni að sjá hina hliðina eða jafnvel fleiri en tvær Já, og svo er það líka bara að stíga aðeins út og þú veist bara að láta ekki lífið þitt vera bara alltaf sömu vinina og Taylor Swift og eitthvað, þú veist, bara kynnast öðru fólki og prófa einhver lönd. Já, muna hvað heimurinn er stór og samt hvað boðskiptaleiðinar eru stuttar, sko, það er líka bara og fólk er bara fólk, þetta er allt fólk eins og við, þú veist, þau eru bara eitthvað að reyna að draga fram lífið og borga reikninga. Það sem ég dettur í hug núna er að því að ég veit að það er búið að vera svona mikið tal allavega í kringum mig og það er að því ég er búin að vera svolítið að beina kröftum að einstaklingum út á Gaza sem að safna fyrir, þú veist, vatni og brauði og eitthvað. $300 bókum. Já, einmitt, og þau þurfa kannski svona flestall, ein fjölskylda þarf kannski $100 til að komast af á dag. Og hérna, og við erum að tala að verðana hefur hækkað bara 1000-falt, mörg 1000-falt. Og hérna, og fólk er svolítið að tala að þetta sé einhverju svindli reikningar. Og ég held að ég hef einu sinni á síðasta ári og síðastu 10 mánuðum sem ég hef verið að vasast í þessu þá hef ég einu sinni fengið já þá hefur GoFundMe hefur hérna látið mig vita af einum svindlreikningi og svo hef ég verið í sambandi við þetta fólk og við erum að tala margra mánaða samskipti og hérna og auðvitað þykir manni vænt þetta fólk og bara, þetta er vinkonur, þetta er aðla mæður. Já, en er þetta ekki líka bara myndsímtöl? Jú, og það er engin vandi og jafnvel þótt það tölu ekki ensku ég var nú að tala við hérna eina í morgun og hérna en hún talaði mjög góða ensku og hérna og hérna, og það er engin vandi að segja bara hæ. Þegar þú talar fólk og þetta GoFundMe þá er þetta einstaklingar sem að leita til ykkar bara gegnum Facebook, já. Og þar er hægt að finna alveg, þú veist, og það er engin vandi að athuga hvort þetta sé alvöru reikningur ekki og þú veist, og þetta er fólk sem er sko hjálpa líka sínu nær umhverfi, þú veist, þetta er ekkert bara ein fjölskylda, kannski við erum að tala 10 manns í fjölskyldan, við erum að tala kannski heilt hverfi sem að færi þannig að nýtir góðs af þessu. Eða svona eitt lítinn kamp eða... Já. En svo líka eitt sem að hérna, maður auðvitað er ekki alltaf aflögufær og þá þarf maður einfallega bara að segja ég er ekki aflögufær en ég er hér. Já. Og hérna ef þið langar að spjalla við eitthvað sem er ekki á Gaza og ég hef gert það í nokkur tilfelli og á bara fyrir vikið bara mjög dýrmæta pennavini inn á Gaza sem að er bara ég bara algjörlega frábært og einmitt og svo bara gefum maður þegar maður getur. Þetta er ekki eins og þetta sé SOS sem rukkaði í gegnum fyrir ekki, en ég var bara verið að segja því ég hætti að styrkja SOS vegna þess að það var í gegnum Rapid það var í fyrra. Já, þessu spanna það. Já. En þú veist að þetta fer ekki innheimtu, þú veist, fólki þarna er ekki þetta fer beint til þeirra þannig að ég steinhætti að styrkja alls konar samtök af því ég nenni ekki að fara að borga ykkur, ég vil ekki að peningarnir mín fara í yfirbyggingar, hjálparsamtaka sem hvort sem komast ekkit inn á þetta svæði þannig að já og það hafa verið svona einhver samtök sem er hægt eins og hérna World Relief Kitchen og heitir ekki það? Jú, UNRWA náttúrulega. Já, og það hafa verið eins og svo náttúrulega eins og UNRWA náttúrulega bara Ísrael bara bannaði UNRWA að vera þarna og hérna þetta er svona og þarna World Kitchen að ég man ekki nákvæmlega núna. Já, en þú veist það er náttúrulega bara hver starfsfólk hefur bara verið drepið og bara tekið af lífi bókstaflega. Ég meina þeir eru ennþá Ísraelar eru ennþá að miða á fjölskyldur sem eru að láta gott af sér leiða og sem eru að vinna þetta er fólk að setja sig í gríðarlega hættu við að hjálpa náungunum. Já, og það er sko, þú veist, allar þessar fréttir sem hafa komið upp í undanfarið ár og hérna og
þú veist, maður svona, byrju, voru að sprengja skóla, byrju, gerðu þetta alltaf að gerast. Já, það er bara ekki fjallað um það. Það er bara ekki fjallað um það og sko fréttirnar á RÚV eru bara Ísraels her segir eitthvað, þú veist, maður er alveg á nafnvirði, þetta er alltaf bara og bara tekið upp á BBC og einhverjum vestrænum fjölmiðlum sem hafa bara reynst algjörlega ómarktækir og og bara mjög yfirborðslega og bara líka við bara skrifa fréttir upp á fréttatilkynningum Ísraels hers. Já, það er svona einmitt, þegar fréttamiðlar leita viðbragða þá tjekka þeir alltaf hvað Ísrael hefur að segja og svona eins og, já, einmitt. En svo það er einhver að spyrja Pútín hvað honum finnst. Við halda hlutleysi. Akkurát. Ég var alveg til að heyra það. Já, algjörlega. Þú veist. Það væri allavega aðeins meira hlutleysi. Já, og þetta snýst ekki að bara eitthvað, maður sé hvað allir undir Pútín, ég það ekkert. En ég vil bara heyra hvað fólk hefur að segja og og ég vil bara vita hvað er að gerast og það er þess vegna sem ég vil fréttir, það er bara því ég vil vita hvað er að gerast og þetta er ekki spurning um neitt annað finnst mér gagnvart eins og RÚV, bara segja frá því sem er að gerast, þetta er ekki það er enginn að biðja RÚV að taka afstöðu eða neitt slíkt, bara segja frá því sem er að gerast og það er svo auðvelt að fylgjast með þessu fólki sem er bara með 2 fætur á jörðinni, bara núna býr á Gaza og er búið að vera að sinna sínu fréttaflutningi bara á Instagraminu sínu í meira en ár og og það þarf ekkert alltaf við gegnum Reuters og þú veist, þetta eru stofnanir. Nei, Bísan er verðlaunuð fréttakona. Fyrir utan það, hún er búin að fá Peabody-verðlaunið. Og Emmy. Mörg verðlaunuð, já, og þú veist, og fréttastjóri RÚV veit ekki eins og hvernig er. Ég veit, þetta er bara hlægilegt. Það er einmitt, já, en það voru mótmæli síðustu helgi, einmitt sem sneru að þessu fjölmiðla, þetta voru samstaða með myrtum blaðamönnum og það var nú samt, það var fjallað um það. Já. Þau mega kannski eiga það, en þau náttúrulega gera það alltaf í einhverjum viðtengingarhætti sem er alltaf skrítin, af því að það er búið að sannreina þessar tölur og þú veist, þessu 130 manns blaðamenn hafa verið drepnir, ég held að það sé komið upp í 180. Mjög skrítið er að svona ríkismiðil tjekki ekki að tölurna sínar. Þú veist, mér finnst þetta mjög furðulegt. Já, ég menn þau eru bara að sækja, þau bara treysta BBC og þannig heimildum og það er bara ofsalega lítið við því að gera og meðan þau eru, sko, ég heyri stundum vitna í Al Jazeera sem er, sko, fyrir utan svona, við erum að hugsa þetta með, sko, einhvern veginn hversa nýlendu hugsun sem ég var að tala um áðan og þetta við séum alltaf að hugsa allt út frá okkur sjálfum og það er náttúrulega bara að tjekka á Al Jazeera bara sem, bara fréttastofu sem er bara loka og bara er á þessu svæði, ekki eins og á þessu svæði en nálægt þessu svæði. Já, þeir eru náttúrulega búið að banna þau banna þau líka, já. En þau eru þarna við Persaflóan og ég meina og þótt að það sé aðeins öðruvísi menning en kannski, en þá er náttúrulega mikið af palestínufólki í Katar þar sem Al Jazeera og það er bara mjög mikið af vöndu og flottu fólki að vinna þarna og mann hefur fundist það af þessum stórum miðlum, þá er svona helst hægt að grípa í almennilegar upplýsingar og fréttir frá Al Jazeera. Ég er ekki alltaf sammálaði við hvað teikir í gangi eða eitthvað, en maður getur svona verið þú veist, þetta er ekki allt fyrir mig, það þarf heldur ekki alltaf að vera fyrir mig, en RÚV er einhvern veginn bara orðið svo, ég veit ekki, mér langar bara, það er svona redundant, það er einhvern svona skiptir ekki máli. Já, einmitt, það er svona, já, einmitt. Það er svona skiptir bara einhver máli, þú veist, ég kíki stundum og ég er alltaf bara, þetta er eins og ég var að skoða líka fréttir byssumannin í Bandaríkjunum og það, þú veist, og það er maður hann að skotinni forstjóri heilbrigðistryggingafyrirtækis og sem fólk er mjög í nöp við og sko það er miklu það er fram með 1 morð á dag í New York held ég ári á ársbasis er 1 á dag cirka þannig að það að einhver hafi verið skotin í Bandaríkjunum í New York er ekki fréttnæmt en það að bandaríska þjóðin sameinist að dýrka morðingja og það er frétt, finnst mér og miklu merkilegri og ótrúlega svona áhugaverð
þróun og þú veist, ég er ekkert ennþá, ég er meiri svo, þótt ég sé stundum bara, þá er ég stundum bara, vá, við erum svo skrítin við sem samfélag, þú veist, hvað er að gera? Hvaða áherslur eru í gangi? Já, mér finnst þetta bara svo áhugaverð, þetta er svo nýtt. Þannig að maður veit ekki alveg kannski... Og þú ég er svona gamalt og nýtt, þetta er alveg svona, já, þú veist, þetta er líka bara franska byltingin. Já, eða hrói höftur eða eitthvað svona. Já, akkurat, en það er líka kannski bara svona menningafræðingurinn í mér sem er bara einhvern veginn, vá, þetta er svo áhugavert. Ég verð að sjá meira og ég skil ekki á hverju RÚV er ekki að fjalla það. Að hvað þetta er áhugavert, þetta er bara svo menningarlega áhugavert og spennandi að það sé bara ríki einhver þórðarglið og bara fólk á TikTok, ég er bara búin að vera í hláturskasti. Ok. Ég er ekki búin að ég sá eitthvað, það var bara götupartí, fólk sem söng og dansaði í alveg. og verknaðarstað og bara heilmikið stuð. Og svo og bara fólk sem er bara leik og svo var haldin svona hvernig segir maður lookalike keppni svona tvífara keppni var haldin tvífara keppni morðingjans í Washington Square Park núna á laugardaginn ég greinlega þarf að tjekka þessu og svo er fólk að klæða sig í eins föt og hann sást í til þess að stríða löggunni sem er komið með svona posta út allt en það er einmitt þessi skekkja og svo líka hvernig fjallað þetta tiltekna mál hjá þessum mainstreams fjölmiðlum en til dæmis að RÚV var bara fjallað þetta ég er náttúrulega ekki búin að kíkja í það en það var bara fjallað þetta svona hann var skotinn, morðinginn gengur laus og eitthvað og þú veist, það eru eins og það stendur á byssukúlunum deposed, denied deposed, denied deflect eða eitthvað leys ég man ekki, nei það er ekki það er þetta ekki bara þú veist, vestrænt samfélag er bara að hrynja að innan, þú veist, það er bara að gerast, við erum bara að horfa upp á byrjunarhundinleikum. Eða versta, ég veit ekki, en þegar ég finna bakpokan hans í Central Park, að þá er hann fullur af matadorpeningum. Þetta er eitthvað humoristi. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara rosalega úthugsað og þetta er bara troll. Já. Og mér svo skrítið, þú veist, ég vil bara fá fréttaskýringar. Já, maður hefur enga samúð með þessum manni sem forstjóra hann með 10 miljóna bandaríkjadollara á ári í tekjur ber stöðsund samkvæmt ábyrgð á dauða 20 eða 100.000 bandaríkjamanna gegnum sitt og sitt tryggingafyrirtæki. Erum við ekki á leiðinni þangað líka? Eða hvað? Þú er langt best að vera Já, enga vægu bara. Og, það er líka þá. Við komum svo bjána ljóð, maður er bara Bjarni Ben og einhverju lúðar, þetta er bara svo sveitalegt. Þeir eru bara ógeðslega cool í Bandaríkjunum, bara já, þú veist, Bandaríkjumenn eru konum sem ekki nóga þess að þeir eru byrjað að skjóta fólk á færi fyrir að fronta svona hugmyndir og svo er líka við bara verðum svo vandræðilega og einhvern veginn sein og þetta er allt komið í klessu annar staðar en svo er líka þetta svo er líka þetta virkar. Það er eiginlega klikkast af öllu að önnur tryggingafyrirtæki núna eru að bakka með alls konar ákvarðanir eins og til dæmis eitthvað að ætla að skerða tíma á, hvað var það, þau ætla að skerða tíman sem að mátti nota svæfingarleyfi í uppskurðum í krabbamein. Ég man ekki nákvæmlega. Og það er líka flóðbylgjan af bara bréfin sem að maður að sjá einmitt á netinu, Twitter, TikTok, hvar sem er og og Reddit, bara afrit af bréfum sem að hefa komið frá þessu fyrirtæki frá þessu tryggingafyrirtæki. En áhugavert líka einmitt út frá menningarfræðinni sem er náttúrulega þitt svið, en líka bara að kannski aftur að Gaza að nú er ég farin að stjórna hérna, sorry, já, bara flott en mér finnst alveg áhugavert í þessu sammengi að það fréttin á samfélagsmiðlum, ekki á þessum stóru fréttastofum. Það er nefnilega svolítið máli. Og við sáum þetta líka þegar Sinvar var drepinn og var martýr og þá var það sem sagt frétta umfjöllunin var ekki í neinu samræmi við tilfinningafólks eða bara verknaðar stað og stund. Sem er ótrúlega, þá er þetta fjórða vald bara gjörsamlega fallið út. Kannski var þetta aldrei fjórða vald. Hvað er við að gera hér?
Hvað erum við þá að gera hér? Já. Við erum ekki á RÚV. Nei, ég minna, er þetta ekki miðill? Jú, og ég minna, núna þetta er allt orðið svona, og ég minna, fólk þú veist, og kollegar mínir og fólkið sem gera, náttúrulega tala mikið að það sé rosalega erfitt að standa í fréttaflutningi sem fréttamaður á svona mainstream fjölmiðlum vegna þess að þau eru alltaf í kappi við Facebook. Og það er þessi krafa hraða og framleiðslu, en ég meina þú setur fram frétt og þá er kannski, og þú veist, þú ætlar að vinna hana ofboðslega vel, en þá er einhver undan þér á Facebook og það er búið að deila einhverju færslu, það nennir enginn að lesa þitt innlegg einhvern veginn og það er þetta, það er einmitt að því að þetta snýst allt klikk og auglýsingar og hérna svo að hægt sé að borga fólki laun á þessum stærri miðlum og sérst ekki ríkismiðlunum, hérna sem er reyndar í samkeppni við svo hina sem er á auglýsingamarkaðnum og einmitt. Það er greinilega eitthvað að bara í þessi rekstra umhverfi fjölmiðla. Fjársveltur miðill, maður getur kannski ekki, þú veist, þeim er kannski ekki vorkunn, ég veit það ekki, með að, þú veist, að þau eru bara í einhverju... Ég veit ekki, það þarf hvort sem er að skrifa einhverja frétt, það er alveg eins að það skrifa hana rétt. Og vel, já. Já, eða fylgjast með. Eða skrifa færri fréttir og hérna, og svona ítalegri. Já. Sleppa hérna æsin. Ég veit, ég er með góð hugmynd, bara sleppa íþróttum. Hvernig væri þetta að sleppa íþróttum? Veðri má vera þarna, og við erum alltaf búum á Íslandi, en sleppum íþróttum, hún getur bara verið á RÚV 2 eða eitthvað, eða þær. Það er að fjármagna það. Já, ok, það er bara íþróttir með bara, þú veist, okkur ekki... Það með bara gerast. Já, þú veist, er þau ekki öll á okkur, maður borgar svo mikið í þessu íþróttafélag, þú veist, geta ekki bara séð þetta sjálf að auglýsa sig? Verður bara á Facebook líka. Það er svona góð hugmynd. En bara sleppa því og setja mig og sleppa þessar síðustu frétt í þar maður út af íþróttum. Já, ég meina það er alltaf gríðulega margt fólk sem hefur áhuga í íþróttum ólíklega aðilar eins og ég horfa á fótbolta. Það er svona, þú veist, það kemur fyrir. Ég sá líka svipina, það er bara íðsleg. Þú veist, við verðum alltaf að fá fréttir á Vestham. En það er mitt svona búið einkenni kannski núna að hausti fyrst mér, þú veist að það er mitt svona lið ár frá svolítið mörg og kannski undanfarna daga eins og hjá okkur, ég menna, vinnur okkar, það er ár síðan að fjölskyldan hans var öll myrt. Já, og ljóðskáldið, Rífat Alarir. Já, hann var í fjölskyldunni, hann var mágur hans, hann Rífat Alarir og hann var, þú veist að tilræði gegn honum þar sem að eiginkona og 4 börn vinnur okkar voru myrt og bara á meðan að hann var hér að sækja hæli og það er svona haustið búið að vera svolítið svona já ok, það er bara komið ár af sem maður að sjá sko eitthvað sem ég kannski postaði í fyrra og ég er alveg búin að finna svona þörf til þess að vera ekki alveg eins mikið svona í öllu og já, skrítið hvernig maður getur vanist samt eitthvað með og svo er maður líka búin að sjá hvernig börnin úti já, ég hræðist mest það bara að þau fá ekkit þau kannski borða eina litla máltíð á dag en þau eru samt brosandi já, þau eru bara rosa hræðs krakkar eru ótrúlega já, þau utan þessi sem eru náttúrulega bara skinn og bein en svona þú veist, þau geta fundið góðu stundirnar alveg, það er alveg magna en þú nefndir hérna ár það verður náttúrulega bara einn frægustu mótmæli ég ætla bara að leyfa mér að fullera það Íslandssögunar þau eru hvaða búsáhaldabilding búsáhaldabildingir varð allavega ekki til þess að það voru endurskoðaðar reglur í kringum þingmenn og ráðherra ég veit ekki betur en að Bjarni Ben hafi bara gengið með hvað er þetta, lífverði og verið með lífverði inn á þingi, mér að segja svona síðan hann fekk glimmerið og þið voru báðar þarna á svæðinu á sikunni stað í salnum já, mitt hlutverk var að sáldra glimmerinu og líklega bara, þú veist, með því skemmtilegasta sem ég hef gert fyrirgefðu Bjarni, já ég segja það, ég veit það ekki nei, það er skemmtilega hann er búin að sölda miklu verið hlutum en glimmer já, en þetta var svolítið svona þetta var mjög við náttúrulega getur maður sagt það fyrir á það núna bara að
það var, ég ætla nú að vera sitt, hann Bjarni átt að tala síðar, þannig að mér langar nú að heyra hvað myndi fara fram á þessu Já, þetta átti að vera öðruvísi. Þessi atburður 70 ára 75 ára afmæli já. mannréttinda sáttmálans. Já, þetta var, og Bjarni ætlaði að koma og hann ætlaði að vera með eitthvað pomp og prakt í lokin, sko, og ég held að var ekki Katrín Jakobsdóttir hún átti að opna, hún átti að vera hana fyrst og svo þegar ég sé Bjarni hana og ég var með glimmerið og ég bara ákvað að láta vaða og hérna ekki einu sinni. Nei, þegar ég var með 3 glimmertúpur og ég náði að tæma úr þeim öllum og hann var náttúrulega vissi ekki hvað stóð veðrið en hérna var náttúrulega hissa og sagði mér að gera þetta ekki og ég sagði bara jú víst og hérna og kláraði úr túpunum en hérna og það var einn svo líf hann var með svona staukar já, þetta svolítið þannig já, þetta er svoleiðis það var bara þurft. Já, ég veit ekki hvað mér að segja um þetta. Ég er náttúrulega mjög þakklátt fyrir að ég kannski ekki með kæra núna, ég veit ekki, það er samt liðið ár. Það gæti verið búin kæra þú veist ekki. Já, ég veit að svo er nefnilega það, ég þarf eiginlega aðtúa það. Ég nenni varla, sko. Það gæti verið að búin kæra mig fyrir fullt af hlutum kannski, ég veit það ekki. Ég meina, hvað ég er reyndar mjög, yfirleitt svona frekar sómakær og bara ósköpennileg húsmóður í 105. En hvernig þú veist, nú svona, þetta var ofbúrslega kraftmikil aðgerð, einfallega vegna þess að hún beindist bara gegn ráðherra. Já, þannig að við vorum að krefjast þess að Ísland sliti öll tengsl við Ísrael og á þessum tímapunkti, þú veist, það var búið að vera þjóðamorð, þetta var orðið augljóst þarna. Ég meina þannig voru komin 3 mánuðir af þjóðamorð. Þetta var bara nokkrum dögum eða kannski 1 eða 2 vikum. Það er það sem ég teki eftir bara. Vá, gerist þetta svona hratt hugsaði núna í haustri ég sé sko fyrsta skipti sem kom Ísrael sprengir sjúkrahús. Það bara nei, þetta var bara Hamas sem skutu vittlaust og snerist við. Getur ekki verið að Ísrael myndi sprengja sjúkrahús. Núna búið að sprengja öll sjúkrahús á Gaza allar háskóla byggingar bara það er bara allt bara og og Háskóli Íslands er ennþá ekki búin að slíta stjórnmála það eru tengsl við háskóla úti það er bara fólki, ákveðin fólki það er innanborðs finnst bara það er bara margt gott að gerist í ísraelskum háskólum bara, og ég skil það en það snýst bara ekki það en það er svona prinsipstað einmitt og nú þú veist ég meina þetta var óbúslega umtöluð aðgerð og það var ég meina það voru gerð örugglega hrópa þér og þinni persónu bæði á internetinu og kannski bara ég fannst þetta rosalega sem áhorfandi sko því að ég einhvern veginn var ekki alveg inn í þessu en samt eitthvað þannig að ég var rosalega svona þetta var þetta mjög stóra aðgerð það voru þarna fólk með mismunandi hlutverkin í salnum þetta var svona stóru viðburðarsalur í húsi Vigdísar og þetta var bara svona átt að vera óbúslega fín samkoma ég fannst þér þetta líka Katrín ég hélt fyrst bara eins og hann væri að taka djókinu einhvern veginn Bjarni mér fannst hann ekki verið bara hann var kúl á því sko já, mér fannst hann mjög kúl hann var svona að dusta sig hann virtist alveg bara ég held að þessna líka brá mig svolítið að það skildi fara hvað var hann svo hrættur við og líka þessi og líka að fólk var að hvað þetta hefði verið sýra þetta er svo taka hlutina á annar það er nefnilega málið hvað er einhver að fara að kasta sýru á Bjarna Ben? Nei, okkur er þetta ekki, en er ekki yfirleitt einhverjir, þessi sýrukastarar, eru þeir ekki bara einhverjir, þú veist, ég veit ekki. Ég veit ekki, það voru margar sýruárásir á skemmtustöðum í Essex þegar ég bjó í Englandi. Þú veist, þetta var eitthvað svona trend, þetta var eitthvað svona ungir kallar sem berja konundar. Já, akkurat, ég tengi það með sýruna, þú veist, og við erum að tala þú veist, stelpu, þú veist, ungar konur sem, þú veist, hafa kannski þú veist, farið á TikTok einsinni verða fyrir sýru, eða þú veist, eitthvað svoleiðis við erum að tala um það. En ég meina, hverju skila þetta? Glimmer er húmor og það er gleði í glimmeri. Jólin? Og
og þannig að mér fannst líka pínu eins og kannski ég bara hugsa ég svona skringilega, mér fannst pínu hann að þetta vera svona point taken svona takk þessu svona, en mína fyrsta kæran ekki komin eða ég veit ekki, ég ætla að gefa mér það að ég hef ekki verið kærða, þeir ekki búin að láta mig vita því þannig að ég ætla bara þá í rauninni það ekki eins og ríkið hafi gútterað þetta af því að, eða ríkið, að valdið gútteri kannski geta glemir en það fór para svo bara að lífvarðan já, það er nefnilega það er svo furðulegt, ég meina hvað Já, ég meina, það er opinbera skýringin já, það er opinbera skýringin það er þetta að ríkislögreglustjóri hafi metið aukna hættu vegna óróans í kringum mótmælendur var það sem var sagt þannig að þessu var einhvern veginn svona grauta saman en sko ef að maður skoðar skýrslur í ríkislögreglustjóra hættur sem þeirna raunverulega hættu sem steðjar aðeins og hryðjuverka hættu og ógnin þá eru það einmitt svona hvítir incel karlar þessir sem einangra sig og eru reiðir og út í konur svona hægri karlar og þannig að þú veist að grauta þessum mótmælum einhvern veginn saman við þá ógn og búa til einhverja ástæðu til þess að er þetta ekki sérstætt íslenskt eitthvað inn að eitthvað skítamix? Jú, þetta er bara, það virkar svolítið þannig og ég meina þetta er bara sama taktikin, ég meina Bjarni Benediktsson hann gerir þetta líka þarna þegar tjaldbúðnar eru í bara eftir upp úr áramótum þegar hann einhvern veginn grautar saman sko skipulegri brotastarfsemi og hælisleitendum og þarna setur ákveðin tón sko bara í umræðinu svona almennt það bara trilltist allt já og líka sko þú veist þetta voru menn að biðja hjálp þeir eru biðja hjálp fyrir ættingjarna sína þeir eru hræddir og eru biðja hjálp og þess vegna voru tjaldbúðirnar reistar og það er ekkert einhvern veginn það er ekki ólöglegt fyrir það en þú veist þetta var líka bara svo einleg bara hjálp veist, við erum ógeðslega hræddir fólkið okkar sem bara, við erum að horfa á drepi í beinni útsendingu í símanum okkar og annar ekki með landvistarleyfi og hefur verið vísa á landi síðan fekk ekki hæli af því hann hefði komið í gegnum Þýskaland þótt hann ætti líf hér en ekki þar þú veist þetta er svo sorglegt og Bjarni Benediktsson eina besta sem honum dettur í hug er að vera taka eitthvað svona get off of my lawn á einhverjum ofsalega grand skala inn á Alþingið í fyrstulega þá er hann úr Garðabæ og honum kemur ekki raskandi hvað gerist á lóðum Reykjavíkurborgar og en fyrir utan það nei en ég meina þú veist hann er bara þingmaður úr Kraganum hann er ekki þingmaður í Reykjavík norður þar sem Austurvellir liggur en en sko tjaldbúðirnar voru aldrei ég meina þær voru kannski einhvern veginn eða eitthvað eða þú veist en þetta var bara fólk sem kom saman og sótti ofsalega mikinn styrk til hvers annars sem var alltaf mjög fallegt að myndast en það er mjög fallegt samfélag og líka bara Íslendinga og Palestínufólk sem að Íslendinga bara svona mikilvægur staður fyrir fólk til að mynda tengsl við hvort annað og eiga bara bæði svona menningarskipti eiginlega og bara til að styðja og styrkja ég meina það var ekki allt Palestínu fólk sem kom þarna og svo kom fólk mismikið á mismunandi tímum en það var alls konar fólk og ekki bara Íslendingar heldur líka bara alls konar fólk og og svo var einmitt ótrúlega flott þegar átt að etja þessum tjaldbúðum gegn heimilislausum. Já, það var æðislegt. Það var æðislegt og þá bara heimilislaust fólk er bara velkomið heimilislaust fólk er bara við ætlum ekki að fara í þann slag heimilislaust fólk er bara velkomið í tjaldi og það er mitt bara kynntist ég fullt af heimilislausu fólki og fekk bara heyra hvernig þeirra líf er og bara ótrúlega bara það voru góðir tímar og Bjarni hefði bara betur kíkt í tjaldi sko. Hún var margbóðið allt og það var aldrei neitt fyllir í því það náttúrulega ekki fyllir í kringum múslima Nei, það var einmitt, það voru eina fáu reglunum í kring að það var ekki leyft áfengi var ekki leyft og það bara er ekki þú er náttúrulega verið í Kaíró þú veist hvernig þetta er það bara er ekki áfengi það bara er ekki til staðar og ofsalega mikil gestrisni og örlæti af hálfu Palestínufólk sem bara komið þarna með mat að heiman og voru elda og koma með handa öllum og strákunum og gefa smakka og þú veist það var svo þetta er svo dýrmætt
og ég var ég sagði við annan strákin, hann Mohammed sem hefur núna verið sendur úr landi bara, hann var alltaf svo áhyggjufullur og bara út af fjölskyldunni sinni og mamma hans á Gaza og og vinir hans bara, það var bara, stundum var hann bara, ég þarf að fara í símann og svo kemur hann tilbaka og það var bara uppáhaldsfrændans dáinn, skilur eitthvað svona, það er bara stöðugt. Og hann var að tala þetta er svo erfitt að vera undir þessu, ég segi, já, hann veistu, þú átt eftir að hugsa tilbaka til þessa tíma sem eitthvað sem skiptir því máli, af því þú veist, kannski við erum orðið svo gamlar að við erum farin að þekkja dýrmætu stundunar leið og komu upp og þekkja, þú veist, þessar dýrmætu minningar á, þú veist, á meðan þær eru og þetta tjald var alveg þannig og þetta var bara samfélag og þetta þú veist, og ég hef nú sagt það áður við rauða borðið og þreytist ekki að segja það, ég meina, samfélag er eitthvað, það er þetta kjarnasamfélag sem maður þekkir frá útlöndum, þegar maður býr í útlöndum og maður á í sko samfélagi við bara, þú veist, það er kaupmaðurinn horninu og það er foreldrarnir úr skólanum og það er þess og hinn og maður er einhvern veginn komin í svona, þú veist, maður er svona eins og gullfiskur í búri. Þú veist, en maður er hann einhvern veginn með fleirum. Og líka sko það sem, þú veist, væri svo þarft fyrir fleiri Íslendingar að skilja múslimar ekki hættilegir. Mér langar að halda þessari myndlíkingu, það er þessi, að það verður, af því að það koma fleiri inn í hringinn og þú veist, þá verður hann svona þéttari. Hann verður svona þéttari. Já, og fólk er bara ólíkt og mismunandi hlutverk og þetta er bara að fólk, við finnum okkur öll stað og það þarf ekki að vera eins. Nei, alls ekki, bara því sko því fjölbreyttara, því betra í rauninni. Og íslensk samfélag hefur alla burði til þess að vera þannig, þú veist, það er bara svona þétt, og því við erum ekki þétt samfélag í rauninni. Því miður, og það er bara einhvern veginn eins og það hafi orðið losarlega svona seinna ár. Ég man eftir því þegar ég var krakki, þá fórum við í heimsókn til fólks. Já. Og þetta er eitthvað sem ég hef ekki gert með mitt barn, ég hef ekki poppað svona hingað og þangað í heimsókn svona án þess að gera boðundan. Eina fólki sem gerir þetta er foreldrar mínir sem bara banku upp á. Já, en þetta er eitthvað svona, það er eins og þetta hafi tapast sko. Ég á einn frænda sem, en hann er náttúrulega líka, hann er kynslóð foreldra þeirra, já. Þetta er einmitt að sækja sér í samfélag sko. Að sækja sér í. Það var líka skemmtilegt tjaldið að maður bara hægt að droppa inn. Það er nefnilega. Og En hvert er framhaldið? Þú veist, ég meina nú er ekkert lát á ofbeldi og árásum og ég held að framhaldið sé fyrirgeðu. Já. Ég bara sé fyrir mig fall hins vestræna heims. Yes. Og ég tel það bara vera ágætt af því að síðustu allavega 5.000 ár eru búin að einkennast af hörmungum. Ég meina, ég er ekki að segja það að sé ekki stríð, þú veist, í öðrum menningarsamfélögum og hafa ekki verið, þú veist, en tíminn sem kemur núna, sem er núna, þú veist, ég myndi talandi um að vera orðnar svona, já, vel miðaldra? Já, miðaldra, já, einmitt, bara fínt orð. Já. Nei, það er núna, þú veist, fólk verður, þú veist, gjör svo vel, við erum að ákveða okkur, hvað verður, þú veist, ætlum við að vera sjá allar þessar sci-fi myndir, ofbeldisfullu sci-fi myndir raungerast og ætlum við að lifa í þannig samfélagi sem að... Já, ég bara sjá grín-sci-fi myndir raungerast eins og Idiocracy. Já, þú veist, ég mátt senda mér hana að því að ég er alltaf að reyna að lesa Úrsulu Káliginn, en ég lesi eina bók, þannig ég væri til að láta hana raungerast, einhverja hennar bókum, sko, en það eftir þá hoppa yfir hörmungarnar. Allavega, við stefnum í eitthvað algjöran hrylling, sko. Þannig að það er svolítið, þú veist, ég held að það ríði á að bara, þú veist, vakna til lífsins og fylgjast betur með og ekki, þú veist, ekki týna sér í einhverjum, þú veist, kapitaliskum, heiladóða. Þú veist, ég get eiginlega ekki orðað þetta betur, ég veit ekki. Þú veist, bara kapitalískur heiladóði er bara mjög viðeigandi svona í tilefni jóla. Já, ég er að meina, þetta er beinvísun. Ég er einmitt að fara að sauma jólagjafir. Já, ok. Wow.
Já. Já, ég veit að Solaris bjóða upp á jólakort eða svona eins og það er ótrúlega flott, þetta er líka heklað eða eitthvað, það er eitthvað svona eitthvað. Já, þetta er bara, ég runni, þú leggur inn á Solaris og sendir bara nafn og kennitölu þess sem á að fá gjöfina. Já, í runni, gjöfin, þetta er svona gjöf sem gefur, leggur inn á Solaris sér að koma þessu í góðar hendur flóttafólks sem þarf á því að halda og þetta gefur þú svo áfram til manneskju sem ég gaf í þínu nafni gleðileg jól. Og þú færð þetta? Já, og það er í rauninni hægt að gera fyrir hvaða upphæð sem og ég veit að Ísland-Palestína hefur verið að selja líka til styrktar bara fólkinu í Palestínu og þau eru með frábæran viðburð á 50-daginn í Breiðfirðingabúð. Alveg rétt. Það sem matur og menning, já, það sem matur matur frá Palestínu og bara með Austurlöndum og það kostar 5.000 kall inn fyrir fullorðna og 1.500 fyrir börn og þetta er alltaf bara rennur til þeirra starfs og ég held að það var mjög áhugavert og geðveikt góð matur. Ég held að búin að smakka svo mikið. Já, ég veit þeir eru að vera á Hallveigarstöðum og þá var bara fullt út úr dyrum og það er mikil ásókn í þetta veit ég að því að þetta eru skemmtileg kvöld og þetta er kannski líka liður í að finna bara koma og finna samfélag. Já, það er meira á tix.is bara. Þannig að það er þetta. En já, þetta er og ég bara fyrir þau sem hafa ekki smakkað bara þetta er geðveikur matur þetta er sjúklega góð matur og ekki svona og ekki, það er ekki eins erfitt að melta hann eins og íslenskan jólamat eða amerískan mat hann fer eitthvað svo vel í mann, vistu það ekki? Já, en þá bara Katrín Harðardóttir og Helga Þóra Jónsdóttir ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna það er alltaf gaman að spjalla við ykkur og við höldum bara áfram og þeir leifið mér líka kannski og okkur að fylgjast bara með hvað kemur í framhaldinu og það er nóg glimmer til í heiminum ennþá það er víst og það er kannski það er bara meira glimmer bara meira glimmer einmitt það í aðdraganda jóla og minni heiladóða, kapitaliskan heiladóða við þakkum kærlega fyrir hér frá Radio Gaza en við tókið við, það kemur meira hér andan við hornið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is